Komið sæl, það margt að gerast í veðrinu hjá okkur næstu daga, svo við skulum vinda okkur beint í spána. Það lægð skammt norður af landinu sem átti sinn þátt í veðrinu hér helgina og svo sjáum við í skil frá næstu ræð til langt sur í hafi. Hún dýpkar mjög hratt og færist hratt til landsins, heldur áfram að dýpka við vesturströndina og veldur hér vestan hvassviðri eða roki, jafnvel ofsaveðri á stöku stað á morgun og næstu daga og þann virðist nú vera lagstur í þessa svona suðvestan og vestanátt í kjölfarið allavega fram á fimmtudag. Með þessu veðri má búast við talsverðri snjókomu, sérstaklega til fjalla en síðan slittu jafnvel við ströndina og það má alveg búast við því það verði miklar umhleypingar og breytilegt veður næstu daga viðsvegar á landinu, þannig að það þarf að fylgjast vel með. Það byrjar með austanátt í fyrramálið og einhverju snjókomu á vestanverðu landinu, síðan gengur lægðin til norðurs yfir bæði Faxaflóa og Breiðafjörð og líklega fer hún síðan til norðausturs yfir Húnaflóa en það þó ekki alveg ljóst eins og staðan í dag, en það talsverð úrkoma í þessu og það hvessir að vestri síðdegis á morgun. Það má bæði búast við því að morgunumferðin í höfuðborginni verði hæg og einnig að það verði talsvert kóf, jafnvel sérstaklega í efri byggðum þegar við förum heim síðdegis á morgun. En svona þetta í fyrramálið hér á suðvesturhorninu, það austanátt í kortunum. Hún svona 10 til 13 metrar á sekúndu líklega við suðurströndina þegar hér komið við sögu, en hún verður hins vegar hvassari ennþá fyrr í fyrramálið. Og við sjáum að vindurinn sem að sést þarna á Snæfellsnesi, hann verður í raun og veru yfir Reykjanesi kannski svona 4-5 í nótt. Hún má búast við slittu eða rigningu víða, þarf ekki að fara langt til fjalla til þess að þetta verði að snjókomu, en síðan kólnar smám saman þegar líða tekur á morgunin og fer að snjóa og síðan tekur síðan rigningin við aftur þarna upp úr klukkan 9 þegar það hlýnar heldur í veðri. Það verður líka hvasst undir Eyjafjöllum í kvöld en dregur síðan úr þeim veðurofsa strax í nótt. En á norðvestanverðu landinu þá verður heldur skaplegra veður allavega fyrri part dags. Það þó austanátt í kortunum og hún svona 8 til 13-14 víða inn til landsins en þó bæði á sunnanverðu Snæfellsnesi og við Barðaströndina svolítið hvassara og líka líklega út á Húnaflóa. Það éljagangur í kortunum en þó sést eitthvað aðeins til sólar, mögulega þó ekki fyrir hádegi á norðanverðu landinu. En norðaustan til að þá svona svipað sögu að segja. Við sjáum að það líka austanátt þar og hún nú ríkjandi á landinu. Það kaldara hins vegar sérstaklega inn til landsins sem að búast við éljum bæði inn í Eyjafirði og eins til dæmis í Mývatnssveit og svo slittu éljum líklega við Austfirði og síðan rigning á suðaustanverðu landinu í þessari svona norðaustan eða austanátt sem verður ríkjandi fyrri part dags. En á morgun svona upp úr hádegi þá tekur að hvessa vestri við suðurströndina og það má búast við því að lægðin komi og haldi áfram að dýpka hér inn á Faxaflóa fyrir hádegi. Það þá vestanátt í þessu, hún gæti alveg verið svona 18 til 25 metrar á sekúndu. Það rigning eða slitta til að byrja með og síðan snjókoma þegar líða tekur á. Það gula viðvaranir í gildi vegna vinds á þessum slóðum. Og það ekkert ólíklegt að það breytist eitthvað viðvörunargildi. Við þurfum að sjá svolítið hvernig veðrið sest á morgun og hvar lægðin ætlar sér að fara. En það skiptir miklu máli í svona veðurfari að fólk fylgist mjög vel með og an ekki út í neina óvissu. Á norðvestanverðu landinu verður áttin líklega norðaustlæg þangað til þarna nóttina en það öllu hægari vindur á austanverðu landinu framan af degi en þegar lægðin ferðast hér til norðausturs og þá hvessir mjög norðan Vatnajökuls og Austfjörðum. Á miðvikudag útlit fyrir hvassa vestanátt með éljum og eins og ég segi þá ekki komnar út viðvaranir vegna þessa veðurs en það alveg viðbúið að þær verði gefnar út á morgun og svipaði sögum og síðan segja fimmtudeginum og þá verður líklega heldur hvassara heldur en á miðvikudeginum, suðvestanátt, hvöss og éljagangur mikill víða land. Á föstudaginn nálgast síðan næsta lægð hún líklega með hlýindum og hvessri sunnanátt og þá eftir að sjá svona hvernig ferillinn á þessari lægð verður en við skulum taka einn dag í einu og byrja morgundeginum en það sem sagt gengur þá þessi lægð hér upp að landinu, það byrjar að hvessa suðvestan til strax í fyrramálið og verður reyndar hvasst af austri fyrst í nótt og síðan vestri á morgun en síðan gengur lægðin til norðurs og það vestnar smám saman veðrið víða vestan til á landinu. Verið sæl.